Róbert, þú og Jón, þið eru félagar og eru búin að opna hérna fjöruborðið á nýjan leik. Já, við tókum við því bara fyrir rúmu ári. Já. Og hérna gengur bara svaka vel. Og þið eru búin að breyta staðnum töluvert. Já, einu sem hefur breyst er að það opnaði nýr salur svona fyrir à la carte. Já. Og hérna rosa huggulegur með svona smá sjávarútsýn og það líka við rosalega vel. Og þið eru með humarnið svona ykkar aðal, semst á matseðlinu eða hvað? Já, nánast er það bara humar og lambakjöti. Svo erum við komið með einn nýjan rétt sem er nauta carpaccio. Við reynum að halda svolítið svona þjóðlegt. Já, en þið takið mjög marga þegar ekki núna í mat? Jú, við bættum við okkur svona 50 sætum. Þetta eru svona 250 manns sem við tökum í mat á sama tíma. Já, þannig að það eru hópar og svona stærri sem geta komið. Bara allt saman. Árshátíðir og annað. Alveg frá 2 manna borðið upp í 100 manna hóp. Já, ég skil. Og allt á sama tíma. Það er bara mjög gott. Já. En hver er svo galdurinn við að elda góðan humar? Það er náttúrulega að vera með góðan humar, rétta stærð og ferskan og flottan. Já. Og svo er náttúrulega eldan rétt. Það má ekki elda nú mikið, ekki of lítið. Þetta er oft spurning um sekundur. Og þið eru með svona eitthvað sérstakt krydd, er það ekki, sem að þið settir? Já, við erum náttúrulega með alveg leyniuppskrift fjöruborðsins, sko. Já. Sem að enginn veit nema við. Sem er bara leyniuppskrift, akkurat. Og hefur verið örugglega hérna átt í 10 ár. Já. Er fjöruborðið við fjöruborðið 10 ár? Já, þetta byrjaði svona sem kaffihús hérna upp úr 97 og svo hefur þetta verið stækkandi alveg og var eiginlega komið alveg út í humarinn bara upp á 98. Já. Bara haldið sér í því síðan, sko. Já, hvernig er það nú búið þið báðir í Reykjavík? Er ekkert mikið mál að vera að keyra svona milli? Það er náttúrulega að tekur tíma. Maður þarf að gefa sér 1,5 klukkutíma á dag í að keyra, auka. En hérna, það er náttúrulega bara að skipuleggja sig vel og svo vinnum við vel á leiðinu og tölum mikið saman. Já, þið fundið svolítið oft, Já, það er eiginlega, það fundir bæði á morgnana og kvöldin, sko. Og þið eruð búin að vera félagar svolítið lengi? Við erum búin að þekkjast, já, síðan við vorum bara í 9. bekk. Já. Hérna, og alltaf brallað ýmislegt saman, sko, en þetta er fyrsta skiptið sem við rekum veitingahús saman. Hvað sér, er þetta að vera tilbúið hjá þér? Nú er þetta alveg að detta. Is it a sin? Is it a crime? Loving you dear like I do? If it's a crime, then I'm guilty of loving you. Þetta er ekki meira mál en þetta? Nei, nú er bara humarinn að vera flottur. Svo er náttúrulega líka æðislegt að sitja hérna frammi og bara með sjóinn. Já, það er nú. Gæti ekki verið betra. Það er svo umhverfið er hluti af stemmingunni hérna, sko. Þetta er alveg æðislegt. Ég geti bara kannski gert þetta ef ég væri með réttu uppskriftina. Já, bara æfa sig. Þetta er æðislegt. Gaman að fá að koma til ykkar. Takk fyrir komuna.